Já, góðan daginn. Komið öll blessuð og sæl, bæði þau sem eru hérna í salnum hjá okkur í Kvikunni. Já, góðan daginn. Grindvíkinga og komið öll blessuð og sæl, bæði þau sem eru hérna í salnum hjá okkur í Kvikunni. Já, góðan daginn. Grindvíkinga og komið öll blessuð og sæl, bæði þau sem eru hérna í salnum hjá okkur í Kvikunni. Já, góðan daginn. Grindvíkinga og komið öll blessuð og sæl, bæði þau sem eru hérna í salnum hjá okkur í Kvikunni. Húsi í einu vegna fjöldatakmarkana og menn þurfa að vera með grímu, en okkur þykir ánægjulegt að fólk komi hingað og blandi geði svona eftir því sem að aðstæður leyfa, veitingar hér í dag og á morgun. Við ætlum í dag að fara yfir að vera hérna með góða gesti. Víðir Reynisson sem að öll þjóðin þekkir, hann komin hérna til okkar og einnig er von á góðum fulltrúa frá jarðvísindasviðinu, það sé að Veðurstofu Íslands, Kristín Vogfjörð. Við ætlum ekki að vera með einhverjar hástemmdar glærusýningar, heldur bara fyrst og fremst að vera til svara og reyna að upplýsa fólk. Það er að segja að þessi gestir okkar munu sjá það og ég geri það líka eftir atvikum. Það verður látið ganga hérna hljóðnemi í salnum og eftir, en svo hvetjum við líka fólk til þess að senda inn spurningar á fésbók sem við reynum að svara svona í jöfnum höndum. Þessi fundur var ákveðið núna fyrir í vikunni og í ljós kom í gær að ýmis tæknivandamál, meðal annars það að það duttu út sendar hjá Mílu, menn áttu í sjálfu sér ekki von á því að þegar straumi var hleypt á eftir nokkuð langa stund og þá skemmdist búnaður sem búið að vera að laga í dag. Það er meðal annars þess vegna sem að þessi fundur hefur aðeins tafist hjá okkur, en ég vona útsendingin verði snuðrulaus. Kannski aðeins að byrja á því að fara yfir atburði gærdagsins, af því það er þegar komin ein spurning og kemur ekki óvart. Hvers vegna var rafmagnsleysi svona lengi og getum við þurft að búast við því að þetta endurtaki sig? Það var þetta afskaplega slæmt og alvarlegt að rafmagnið skyldi fara á þessum viðkvæma tíma þegar við höfum nú ýmislegt annað að hugsa og undirbúa heldur en að búa við rafmagnsleysi, en svona getur tæknin farið illa með okkur. Ég held að þetta hafi líka komið flatt upp á veitufyrirtækin og menn gerðu sitt besta í stöðunni, en tók alltaf langa tíma með það sem viðeigandi er. Það bætti úr skák að það er nú nokkuð komið fram á veturinn og það fór ekki að rökkva eða komið myrkur fyrir en svona, eða þegar fyrstu klukkutímarnir voru í björtu, en eftir það þá satt fólk í myrkrinu og götur óupplýstar, þannig að þetta var erfiður tími og ekki áður bætandi. Við erum að funda á mánudagsmorgunin með veitufyrirtækjunum og reynum að fara yfir þessi mál þar. Ég ætla ekki að reyna að fara út í tæknilegu hliðina, þetta kom mönnum óvart, það var erfitt að finna upptökin. Fyrst var talið að strengurinn hérna, rafmagnsstrengurinn til bæjarins væri skemmdur og fyrstu 2 tímarnir, 2-3 fór í það að finna upptökin. Líka var búist við því að einhver spennir og búnaður hérna nær virkjuninni væri laskaður. En síðan kom í ljós að það mátti rekja þetta strömleysi til bílana hérna í spennustöðum í bænum og það tók heilmikið tíma að koma rafmagninu á aftur. Það er líka, og þetta olli því að netsamband hérna víða í bænum datt út, sem er auðvitað afskaplega bagalegt líka og annað. Þetta er eitt af því sem þarf að fara rækilega yfir. Þetta var sem betur fyrir bara æfing fyrir mjög marga og viðbúnaður verður vonandi betri ef að kemur til alvarlegri atburða. Björgunarsveitin okkar er gríðarlega öflug og vel tækjum búin og stóð svo vel. Kom á varaafli hérna með tiltölulega stuttum fyrirvara og viðbragðsaðilar aðrir í sjálfu sér klárir. Við höfum auðvitað haft mjög gott samband við almannavarnadeild ríkislögreglustjóra og lögreglustjóraembættið á Suðurnesjum og alltaf góða fólk sem er í kringum okkur þar. Þannig að við erum í góðum höndum, svo má segja, en
en auðvitað skiptir viðbúnaður, fyrirvari og upplýsingagjöf mestu máli í þessu sambandi þegar og ef að þarf að grípa til rýminga eða yfirleitt viðbragðsáætlana annarra. Varðskipið Þór sem var hérna í Faxaflóanum var kallað á vettvang. Það svona varaaflsstöð fyrir okkur og við fundum líka, eða allavega ég lærði þá að það hvaða aðilar það eru sem kalla varðskipið til. Það þýðir ekki símtal frá einhverjum bæjarbúa hér eða bæjarstjóra, heldur eru það aðilar sem eru til þess bæri sem að kalla skipið til og það gekk greiðlega. Og ég held að þetta hafi verið svona leksía fyrir okkur sem við þurfum öll að læra af og undirbúa okkur vel. Nú, spurningar aðrar svona kannski nákvæmari, þær koma þá bara eftir. Þetta kannski biðja bara hann Víðum að koma hérna upp til mín og við fáum hans sýn á þetta og endilega beina til hans spurningum. Náttúrulega viðfrægur fyrir hérna sína góð og gegnum svör, þannig að við eigum þar góða aðeins og marga aðra. Held ég hafi ekki þennan inngang endilega lengri. Að svo komum máli þá hérna bendi ég á að hann Eggert hérna í salnum með hljóðnema og myndi ganga hér á milli. Þannig að bara komið með spurningar og við höfum þetta svona rólegum og þægilegum nótum eftir því sem hægt Bæjarbúar hafa sýnt hérna mikið æðruleysi og yfirvegun á þessum erfiðu tímum sem að hafa gengið yfir 20.000 skjálftar mældir síðan á miðvikudaginn í næstsíðustu eða fyrir viku og auðvitað hafa margir átt erfitt með svefn og liðið illa. Þannig að upplýsingar af þessu tagi eins og við erum núna að reyna að koma á framfæri og svöra við spurningum það mikilvægasta sem við eiginlega getum gert í stöðunni og einnig það að fólk bara leiti til þeirra aðila sem að geta komið til hjálpar. Rauði krossinn hérna frammi núna, fulltrúi Rauða krossins, þetta mjög sterkur hérna aðili í öllum almannavörnum og þannig að þegar kemur að svona sáluhjálp og einhverjum andlegum stuðningi þá það gott að leita þangað. Við ætlum að vera með fund á morgun eins og höfum komið fram sérstaklega fyrir pólska samfélagið okkar hérna. Það engin launung á því að íbúar á Suðurnesjum af erlendum uppruna eru mjög skelkaðir og þeir eru ekki eins og við hinn sem höfum vitað það frá barnæsku að ýmislegt getur gerst á Íslandi, okkar frábæra landi, en það eru stundum öfgar í náttúrunni sem við þurfum einhvern veginn að klíma við og þau hafa ekki þá þekkingu sem við höfum það hvað húsin eru rammgerð, hvort að jarðskjálftarnir eru það öflugir að það geti valdið mannskaða og svo framvegis. Þannig við ætlum að reyna að ná til þessa fólks. Kirkjan líka opin hjá okkur og alla daga, virkadaga vikunar og verður einmitt sérstaklega beint sjónum að pólska samfélaginu næsta föstudag þegar að verður það pólskumælandi aðilar og túlkar sem að fara yfir og reyna að svara spurningum á þeim vettvangi. Nú, hefur einhver vill einhver ríða á vaðið hér í salnum og spyrja spurninga, en Eggert tilbúinn, endilega réttu pönt, þarna þegar búið að því. Og fleiri, hann Eggert vaktar þetta og Víðir mættur. Það náttúrulega smá formúli sambandi við að jarðfræðingar telja allir að það sé lítil og meðalstór gos að ræða á Reykjanesskaganum, en samkvæmt Íslandssögunni þá held ég að eitt stærsta hraun sem að runnið hefur úr einu gosi sé einmitt á Reykjanesskaganum. Og eitt annað að er ekki mál til komið að það verði rafstöð við elliheimili. Það fólk sem með súrefni og annað. Það er mjög bagalegt að það verði rafmagnslaust svona lengi. Takk fyrir.
Já, Kristín Vogfjörð komin hérna núna frá Veðurstofunni, hún getur kannski sagt okkur miklu meira stærð gosanna. Já, gott að vita. En þegar kemur að svona þessum innviðum, varaafli og öðru slíku, þá þetta held ég eins og kom ágætlega hérna fram hjá bæjarstjóranum að þessi atburður á skærdagsins kennir okkur einmitt það að nú þarf að fara vel yfir þau öll mál og tryggja það að það sem eru það sem við köllum svona ómissandi innviðir, það sem að þarf að tryggja það að ekki verði neitt svona hnökrar á starfseminni, að þá fyrir menn að huga þessum málum og við erum fullvissaður það að það er að taka vel á þessum málum núna og eins og kom fram frá Fannar áðan með fund á mánudagsmorgunin þar sem á að reyna að rýna þetta og fara vel yfir þetta og það held ég skiptir mjög miklu máli. En svona kannski bara almennt þá frá því að þessi atburðarás hófst sem að er nú svona í grunni til orðið meira en ár síðan ef við horfum á þennan atburð sem að var hér við Þorbjörn í fyrra þá er þetta orðið ansi langur tími og mikið búið að gera, mikið búið að ganga á og hér var strax fyrir ári síðan á íbúafundi kynnt drög að rýmingaráætlun fyrir bæinn og hún var síðan kláruð og hefur verið gengið frá henni og menn búin að fara í gegnum alla verkferðlarna kringum það. Sama hefur verið að gera á fleiri stöðum hér á Nesinu. Vöktun vísindamanna hefur verið margfölduð, það eru miklu fleiri tæki núna á svæðinu heldur en voru áður og stöðugt hefur verið að reyna að meta þetta og fara yfir hlutina til þess að sjá hvað við getum lært af þessu og hvernig við getum tryggt öryggi sem mest og við horfum dálítið á þetta þannig að eitt er að tryggja öryggi með mikilli samvinnu, upplýsingamiðlun og samstarfi viðbragðsaðila og við erum núna í dálítinn tíma búin að vera með daglega fundi þar sem á eru eitthvað kring 140 manns held ég. Það sem eru viðbragðsaðilar ykkar hér og allir á Reykjanesinu, Suðurlandi og höfuðborgarsvæðinu og allir eru svona leggjast á eitt að miðla upplýsingum og skilja hvað er að gerast og vita til hvað aðgerða á að grípa ef einhver svona önnur atburður fer í gang. Það sem er stóra máli líka í því sem er svona á hinn veginn, þetta er svona það sem við getum öll gert og erum einhvern veginn að búa til plön og það hefur verið að laga og gera en það sem skiptir eiginlega alls ekki minna máli og jafnvel meira, það er öryggistilfinningin. Það er hvernig okkur líður með þetta, hvernig við upplifum ástandið og þar skiptir auðvitað miklu máli að það er svona ástand eins og þetta upplifir enginn eins og það er ekki sem heitir rangar tilfinningar eða réttar tilfinningar eða röng viðbrögð eða rétt viðbrögð. Þetta er bara viðbrögð okkar sem mismunandi einstaklinga. Mér finnst alveg ferlega óþægilegt að finna jarðskjálfta. Það er einhvern veginn bara í mér og mér líður ekki vel að finna það meðan aðrir kippa sér einhvern veginn ekki upp við þetta. Og það skiptir bara miklu máli í þessu að við reynum að mæta öllum í þessu og síðan þegar ofan á svona óþægilegar tilfinningar og óþægilega aðstöð eins og til dæmis eins og stóri skjálfti sem var hér í vikunni kemur síðan þetta rafmagnsleysi í gær sem að auðvitað gera það að verkum að margir sem að liðu illa fyrir þeim líður ennþá verið í dag og þarna er ég svolítið að höfða til þessar öryggistilfinningar. Ég get bara vel ímyndað mér að margir hafi tapat aldrei af sinni öryggistilfinningu í gær og það er ábyrgð okkar sem að erum í forsvari fyrir almannavarnir að gera allt sem við getum til þess að bæta hana og gera allt sem við getum til þess að miðla upplýsingum og tryggja það að það sé verið að gera það sem hægt er að gera til þess að auka öryggið og þá vonandi líka eykst þessi öryggistilfinning. En við vitum það alveg að fyrir reynslum atburða það er ekki eitthvað sem gerist bara á einu degi og það er líka í því að það er svona þessi samfélagslega samstaða sem skiptir svo miklu máli í því að við pössum svolítið hvert upp á annað. Hér í eitthvað fallega bæ býr alls konar fólk og alls konar einstaklingar, bæði auðvitað líka af svona mismunandi þjóðerni, en við þurfum svolítið núna eins og því ég veit að þið hefði verið að gera síðasta árið að svona kíkja til þeirra sem er í næsta húsi og kaffibolli með jafnvel einhverju sem það ekki hitt lengi, hann getur verið mjög dýrmætur á svona tími. Þannig að við munum gera það sem við getum gert til að hjálpa ykkur í þessu
og sjáum bara til hvert náttúran leiðir okkur í þessu, en við erum tilbúin undir ýmislegt. En við öll þurfum síðan að hjálpast að passa upp á hvert annað. Já, takk í bili Víðir. Kristín kannski kemur hérna upp, ég ætla að reyna að svara bara meðan hún kemur sér hérna fyrir. Við reynum að vera hérna svona. Þú koma hérna á milli okkar bara, Helgi. Ég skal færa mig hérna með. Svona. Nú erum við eitthvað bili á milli. Varðandi spurninguna sem kom fram varaafl í Víðihlíð. Þetta alveg löngu rétt að við þurfum að bæta þar betur. Við höfum séð fyrir okkur, það búið að ræða það á síðastliðnu ári að semja við Heilbrigðisstofnun Suðurnesja sameiginlega varaaflsstöð fyrir allt húsið. Eins og við vitum þá bæði þarna að ræða hjúkrunarheimili og svo dvalarheimili. Í gær þá var talið framan að það myndi taka stuttan tíma frekar að komast fyrir þessa bilun. En síðan dróst þetta og klukkutíma eftir klukkutíma og að því kom að björgunarsveitin fór með varaaflsstöð færanlega í Víðihlíð og sett hana þar í samband og var einmitt búið að minnast á það þaðan. Við gæti ekki á því að það var kæliskapar fyrir líf sem að væru að kólna niður og svo framvegis. Þannig að þetta er eitt af því sem við þurfum að laga. Við settum rafmagn á Hópskóla sem hefur verið fjöldahjálparstöð framöndu þetta og fólkið fannst þrátt fyrir allt bara þægilegt að sjá skólan upplýstan og allt planið þar í kring. En það var auðvitað gert til þess að það þyrfti að safna fólkið það saman. Aftur á móti verða íþróttamannvirkin ef eitthvað kemur alvarlegt upp á þau verða fjöldahjálparstöðun okkar framvegis. Það eru margir salir og ástæðan alveg sérstaklega góð, mikið af bílastæðum og akstursleiðir í allar áttir. En við þurfum að laga og setja varanlega aðstöðu upp í Víðihlíð, það er alveg rétt. Kristín, gerðu svo vel. Já, það var spurningan meðalstórt gos. Það byggir til ég á því að það er búið að keyra líkanreikninga fyrir aflögun yfirborðs á Reykjanesskaganum og þeir líkanreikninga gefið til kynna það sé 15 milljón rúmmetrar í þessum gangi sem nær þarna frá svona það bil 2 kilometrar dýpi niður á það bil 5-6 kilometrar dýpi og það gefur ekki tilefni til áætlana fyrir stærra gos, þannig að eins og þá er ekki búist við stærra hraunflæði en þetta, en það náttúrulega tíminn leiðir það bara í ljós hvort að það þróast eitthvað frekar eða hvort þetta er bara eina spían eða hvort það kemur eitthvað meira. Það er bara ekki hægt að segja til það á þessar stundu. Já, takk fyrir þetta. Eggert er enn tilbúin til þess að koma til ykkar varðandi spurningar sem að kunna koma fram. Hvet ykkur bara til þess hvað eina sem að brennur á gerðu svo vel. Þarna er hönd á lofti. Takk fyrir. Síður greit ég blöskraði svo ég gerði þetta rafmagnsleysi, ég get bara ekki aðeins gert. Allir þessu tækni sem til í dag, að það gat enginn svaraði hvað hafi komið fyrir. Svo var rafmagnslaust í 9 klukkutíma. Takk fyrir. Elliheimil, svo var búin að vera að tala það undanfarið. Já, Slysvörnarfélögin er búin að fá rafstöðir og bara drífa í þessu og allt flott og fínt. En hvað? Það kom ekki, finnum bara í restina. Fólk með þau súrefni og bla bla bla, það var bara, glemdist það saman og upplýsa fólk það, hvað hafi komið fyrir í rafmagninu, hvað bilaði. Við hefum ekki fengið að vita það ennþá. Allir þessi tækni í dag, krakkar. Það vissur ekki hvað hafi komið fyrir. Gátur ekki sagt okkur það í fréttum. Fréttina töluðu bara járnskjálfta, svo verið rafmagn í 9 klukkutíma og það er ekki minnst á það í útvarpi. Hvað hafi komið fyrir í tæknin í dag? Ég held að tækni væri þannig í dag að sá sem horfir á skjáin, hann á að sjá það, hérna þetta bilað, við bara förum þangað. Nei, það virðist ekki verið til svoleiðis. Mér finnst þetta alveg síðasta sort í ofanálag það sem undir járnskjálftarnir. Það er búið að fara illa með fullt af fólki, svo koma rafmagnslaus 9 klukkutímar. Bara skammist ykkar þeir sem get ekki lagað þetta. Þetta á að laga
og þessi blessu rafstöð sem við verðum að tala búin að deila því hist og her, það kemur það ekki. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta. Þetta er alveg viðugandi varnarorð og vinur minn, hann ekkert að skafa utan á því og þá ekki að skafa utan á því þegar að hlutirnir ekki að ganga eins og við viljum hafa þá. Og það er erfitt að vera að kenna einhverjum þetta, en ég veit að í ljósi þessara atburða þá mun verða bætt úr upplýsingamiðlun til fólks hjá veitufyrirtækjunum. Við reyndum að setja upplýsingar inn á heimasíðun okkar jafnóðum og eitthvað var að frétta. Þetta hins vegar dróst alveg úr hömlu, hægt var að koma rafmagninu á og þá auðvitað velti maður fyrir sér hvernig nálgast fólk þessar upplýsingar. Það er ekki hægt að komast kannski í tölvurnar jafnvel út af rafmagnsleysi og svo framvegis. Þetta hefur keðjuverkandi áhrif, en þetta er vissulega mál sem að þarf að taka mjög alvarlega og lagfæra. Ég tek alveg undir þá allir sem að eiga í hlut geta tekið það til sín. Ég vil bara fá að taka undir þetta og bara takk fyrir þetta, því ég held að þetta líka brýnir okkur sem að erum svona að horfa á almannavarnir, svona stóru myndina, að við vorum auðvitað að fylgjast með þessu og fá þessi skilaboð að þetta væri að koma og við getum alveg hjálpað til við það að miðla upplýsingum allavega. Þó við höfum ekkert með það að gera hvernig gengur að gera við þetta, en við getum alveg örugglega gert betur í því að hjálpa til við að koma upplýsingum á framfæri hvernig staðan er, því að auðvitað skiptir það miklu máli. Bara að menn vitið að það er klukkutími eða 2 tímar eða 5 klukkutímar þangað til að þú veist, þó það sé bara sagt að að ræða alvarlega bilun sem mun taka dálítið tíma að gera við. Þannig að við getum alveg örugglega hjálpað eitthvað með það og munum brýna okkur í því. Takk fyrir það. Einhverjar hendur á lofti, það er engar spurningar sem að eru þannig að þær séu ekki viðeigandi, bara hvaðina sem að brennur á fólki og varðar þessi mál. Ekki vera að hika neitt í það þarf ekkert endilega að tala í mikrofónu, heldur bara að segja ekkert hverjar spurningarnir eru og þá verður reynt að svara því jafnóðum. Það er líka hægt að senda inn spurningar gegnum Facebook síðan okkar og við erum með 2 jarðfræðilegs eðlis. Annars vegar hvað þýðir það að kvika sé á 2 kílómetra dýpi, svona fyrir leikmann, og eru tengsl á milli þess sem gerðist í og við Þorbjörn fyrir rúmu ári síðan og þess sem er í gangi núna? Já, við teljum að það sé í rauninni kvika sem liggur undir skaganum, stórum hluta skagans, þannig að við sáum hann ekki fyrr, en hún kom þarna upp undir Þorbjörn eða frá svona cirka Þorbirni og til norðaustus í 3 innskotum á það bil 4 kílómetra dýpi og það tryggir að jarðskjálftavirknina þar í kring. Sem sagt að spennubreitingarnar út frá þessu innskoti ollu jarðskjálftum, en í svona 20 ár þá hafa verið mjög mikið af jarðskjálftum í Fagradalsvelli. Það hefur verið helsta svæði sem sendi út stóra skjálfta, þannig að þegar virknin færist þangað þá var það ekkert endilega neitt skrítið, en það var ekki svo fyrir bara núna fyrir 10 dögum síðan að við förum að sjá þarna svona merkjum að það sé líklega kvika aftur. Að við glemdi að það kom svona óljóst merki út á Reykjanestanni, það virðist gæti að hafa komið þar eitthvað svona lítið innskot svona á svona laggang líka, en það var ekki eins vel skorað, það var á 8 km dýpi eitthvað svoleiðis. En þetta núna byrjaði líka sem mjög stíf jarðskjálftavirkni, þannig að maður bjóst ekki við öðru en þetta væri þá bara þessi innskotana hefðu valdið því að það eru svona norður-suðursprungur sem ganga þvert yfir Reykjanesskagann. Þær geta verið svona 5 til 6-7 km langar og ná yfirleitt þá svona 5-6 km niður í skorpuna, og þegar það brotnar þá geta orðið stóri skjálftar. Þannig að maður fannst svona fram eftir, það fannst manni þetta bara að vera tengt í, en svo fór að koma svona óeðlilega margir stóri skjálftar og þegar fór að raðast þarna inn skjálftarnir þarna í áttina Keili, þá var þetta orðið svona augljóslega eitthvað öðruvísi og þarna hefur ekki verið mikil virkni áður. Þess vegna held ég að við dúndar inn allir þessi skjálftar sem að hrist okkur alveg í Reykjavík svo sem maður hendist upp úr rúminu og þannig að já, þetta bara eitthvað sem maður átti ekki alveg vona á, en svo þegar það svæði svona virðist hafa svona mettast eða allavega það fór að draga virknin þar, þá fór þetta breiðast aðeins til suðurs,
inn í Fagradalsfjall aftur og þá komu svona minni skjálftar, sennilega því við erum búin að hrista stærstu skjálftana úr svæðinu þar og þá koma bara þessi litlu svona stöðugi titringur sem ennþá í gangi, þannig að þetta ekki búið en það sem fólk kallaði óróa púls var í rauninni bara svona stíf hrina af pínlitlum skjálftum á þetta svona 4 til 5 km dýpi. Það virðist vera mjög algengt að skjálftarnir eru cirka þar og þessi sem ég var að staðstíð með svona háupplausna aðferðin við Grindavík á þessu svæði og þar voru þeir yfirleitt svona á 4 km dýpi. Það kannski aðeins meir dreifing við Fagradalsfjall en svo þegar fara að koma myndirnar af, það koma mælingar úr GPS-mælum og því miður þá voru bara ekki nóg mikið af GPS-mælum á svæðinu. Við höfum verið að biðja það í þó nokkuð tíma en það var aldrei til peningur. En núna verið að setja upp meiri mæla og svo koma þessar radarmælingar, radarmælingar úr gervitunglum og það keyrðar saman svona myndir yfir mismunandi daga og þá hægt að sjá hvernig yfirbor jarðarinnar hefur hreyfst. Og þá sást bara að það var bara stórt svæði alveg frá Grindavík austur að Klefavatni sem hafði verið að hreyfast og svo voru komið nóg mikið af GPS-mælingum og svona radarmælingum fyrir nokkrum dögum og þá fór hún að keyra stúlkan sem vinnur við þetta á Veðurstofunni, hún Michelle Parks og fór að keyra þessi líkön og þá kemur í ljós að besta svona líkanið á þessu stigi svona 5 km langt og það sýnir að það hefur gliðnað svona 8-10 cm eitthvað svo leis á svona cirka bili, þetta svona í lóðréttu lagi þarna á þessu svæði frá Fagradalsfjalli og norðaustur að Keili og það svona, eitthvað 5 km langt cirka og nær svona 5-6 km niður. Þannig og kvikan virðist ná upp á svona það bil 2 km en skjálftarnir eru fyrir neðan og það eitthvað sem við höfum séð áður í Bárðarbungu. Það með kortlagi gangi líka og þá kom okkur á óvart að því við hefðum haldið alltaf að skjálftavirknin væri fyrir ofan kvikuna en skjálftavirknin virðist liggja svona í botninum á ganginum þannig að það eiginlega eins og þar sem sýnir okkur hvar kvikan eru þessar aflögunarmælingar, GPS og INSAR en það sem svona sýnir okkur nákvæmlega hvar þetta það eru jarðskjálftamælingar en magnið og hvað að gerast svona kannski kemur frá þessum aflögunarmælingum þannig að saman geta sýnt okkur nákvæmlega hvar og hversu mikið og ég man ekki alveg hvort ég búin að svara allir spurningunni með að við var ekki samband milli skjálftavirkni og dýpis á innskotum. Og tengslu Þorbjörn þegar þessi virkni núna fór í gang að þá sá ég ég búin að vera að vinna mjög mikið við erum með stóran eldfjallafund á Veðurstofunni verkefni sem ég að leiða sem búið að vera með fundi alla vikuna og þá þarf að vinna mikið og ég stundum á nóttinni og þá var ég nóttin að fylgjast með til dæmis held ég fyrir einhverjum 2 nóttum síðan og þá sé ég að það fer að koma svona skjálftavirkni við Grindavík og fyrir norðan Grindavík þar sem var áður virknin og hún var svona og ég hafði auga með henni svona fram eftir nóttu og þetta var bara svona eins og virtist vera svona skjálftar sem voru að triggerast eins og áður út af spennubreitingum frá þá þessu innskoti vegna þegar innskoti træst inn þannig við Keili, fyrir suðvestan Keili þá náttúrulega þrýsti skorpan út þannig að það eru færslur nokkra sentimetra á stöðvunum í kring á Reykjanesskaganum og það náttúrulega ýtir á svæðið aftur við Grindavík en svo hefur minnkað aftur þessi virkni þannig að það engin ástæða til að halda þarna sé eitthvað að fara að gerast en það samt ekki útiloka þannig að þú veist það ekkert sem bendir til þess að sé neitt annað í gangi núna en þessi gangur sem þarna aðeins svona að víka þarna núna heldur áfram þessi smáskjálftavirkni þetta ekki búið en það ekkert svona sem bendir til að það sé neitt annað að kviknaðinu öðru svæði akkurat núna en það bara mjög mikilvægt að fylgjast mjög grannt með því til að maður sjáu fljótlega eitthvað að fara að gerast og til dæmis í þessum púlsi þarna daginn þá var hægt að sjá að það var eiginlega engin orka á læsta tíðnibandinu og við höfum séð í gegnum árina þegar að kvika komin upp undir yfirborð að þá verður mjög sterkur svona samfelldur órói við svona 1 rið, svona 1 sveiflu á sekúndu og það var veikasta tíðnibandi þannig að þetta voru augljóslega bara endalausi skjálftar bara hver og í öðrum í nokkra klukkutíma. Svoleiðis að allavega mér fannst mjög ólíklegt að þetta væri eitthvað á uppleiðinni þarna en þetta samt þarf maður að hafa auga með en það ég upplifa bara nokkur gos en svona þau hafa
yfirleitt ekki komið okkur á óvörum, þannig að það eru yfirleitt svona þokkalegur aðdragandi, þannig að það er ekki að fólk sé vakið upp um nótt eins og foreldrar mín úr í Eyjum vöknuðu við símtal og þau áttu heima hálfa kílómetr frá gossprungunni og bara tautir yfir svo út, þannig að það gerist yfirleitt ekki í dag, eða samt get ég ekki lofa því, en ég held það. Kannski bara, ég má bæta aðeins við að því að við vorum saman á fundi í morgun þar sem við vorum að fara svona yfir stöðuna og vísindamenn voru að leggja mat á hvað síðustu sólarhringar hafa sýnt okkur og það sem ég fannst svolítið áhugavert og þetta er mikilvægt að nefna er að þrátt verið það að þessum stærri skjálftum hafi fækkað mikið og muni jafnvel fækka, að þá voru þessi litlu skjálftar sem að sýna meira hvað að gerast í kaukuganginum. Það er leiðandi að þó að þessum stærri skjálftum fækki ef við finnum minna fyrir því, þá getum við ekki hægt að vera á tánum gagnvart því sem að gerast þarna í faraldarsveldi. Þannig að við munum auðvitað bara vakta það mjög vel áfram. Einmitt, það er mjög óvanalegt, svona allavega á minni lífstíð hérna heima sem jarðskjálftafræðingi, það er mjög óvanalegt að hafa svona stóra skjálfta tryggera þar sem kvika er að ferðast. Það er yfirleitt svona skjálftar af stærðinni svona 2-3 mestalagi. Þetta var mjög óvanalegt og ég held að þessi vegna þess að þarna var kvika farin í svæði sem bara hefur ekki treyfst bara í einhverja áratugi. Þannig að það var efni við fyrir heilmikla marga skjálfta. Já, takk fyrir. Í salnum, er það ekki? Já, ok. Jæja, takk fyrir þetta. Þarna er hönd á lofti og hljóðnuminn á ferðinni. Já, Theodór heiti ég. Það sem ég finnst verst í þessu, það er æsifréttamennskan. Það er allir fréttamenn að leita að einhverju jarðfræðing sem getur sagt eitthvað krassandi. Og það eru jarðfræðingar sem eiga að passa sig á því að vera ekki að æsa þetta upp. Svo er mín tilfinning, hún er svo að kvikan er að leita sér að auðveldustu leiðin upp. Hún finnur ekki réttu leiðina, en hvar verður rétta leiðin? Hún verður kannski bara hérna niður í bæ. Ég hef farið þetta svæði töluvert mikið og það eru sprungur hérna suðvestur, norðaustur og í hvaða sprungu kemur þá gosið. Það er auðveldasta leiðin. Þegar maður er með rollur þá leitar hún alltaf að rétta gatinu til að komast út úr girðingunni, en það er kvikan sem er að fara undir, hún er alltaf að leita að auðveldustu leiðin upp. En hvar er auðveldustu leiðin? Það getur enginn svarað því. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Theodór, sauðfjárbóndi með meiru, gamal reyndur, Grindvíkingur. Ég skal kannski að fyrir að varandi umræðina. Já. Og bara takk fyrir þetta. Þetta er greiðlega mikilvægt einmitt út frá því sem við líka tala áðan, svo hvernig fólk er að upplifa atburðarásina og við erum að með öllu þessu samstarfi við vísindamennina að koma alltaf réttum upplýsingum á framfæri þannig að miðlun fjölmiðlana byggja á þeim staðreyndum sem við vitum á hverjum tíma. Á sama tíma eru þetta, hvað ég var að segja, svona, er allir að leita að þekkingunni og skoða hvað er það sem við vitum og hvað er það sem við vitum ekki, og vísindamenn eru að birta þá og deila gögnum hvað þeir eru að sjá og hvað þeir eru að spá og spöglera og það er auðvitað eins og í svo mörgu og við getum öll gert betur í að tala svona meira einu rómi í því, en á sama tíma eru vísindamenn með ýmsar vangaveltur sem þeir leggja fram og auðvitað vekur sumt meiri athygli en aðra en annað og það er auðvitað eitthvað sem að þarf auðvitað að koma upp, en við þurfum líka að gæta að okkur að vera hófstillt einmitt í þessar umræðu allri og það skiptir bara mjög miklu máli. Má ég kannski... Kristín, já, gjörðu svo vel. Ég er alveg sammála við þig, það er ekki bara nóg að tala um eitthvað akademískt frelsi, því fylgir líka ábyrgð og ég held að við flest höfum svona reynt að vera ekki mikið í fjölmiðlum með eitthvað yfirlýsingar, en það er væntanlega ekki hægt að stoppa það, en það er hins vegar eins og við segir, það er mjög mikilvægt að hafa raddir sem eru líka ekki bara sammála, eða eitthvað kór, stundum er eitthvað rosalega ákveðin vísindamaður sem heldur ykkur fram og það verður að vera þannig að allir þora að segja eitthvað, því annars kemur ekkert endilega vitneskjan fram, þannig að það er mikilvægt en það á ekki heima í fjölmiðlum, ég er alveg sammála því. Og varðandi hvar kvikan kemur út, það er bara alveg rétt hjá sauðfjárbóndanum, hún fer það sem er auðveldasta leiðin, en hún lætur heyra í sér, við heyrum ekki í henni þegar hún er
fyrir neðan svona 60 kilometra, þar hnígur skorpan bara undan þrýstingnum, þannig að það verða ekki skjálftar, þannig að við getum ekki vitar hvar hún er þar, allavega með þeim aðferðum sem við erum að nota í dag. En þegar hún fer að svona leita aðeins inn í skorpuna, þá heyrum við í berginu sem er að bresta, og við erum komið núna með það marga jarðskjálftamæla að við heyrum í mjög litlum skjálftum. Svoleiðis að það myndi ekki fara fram hjá okkur ef hún væri að fara að skríða í einhverja átt. Hvenær hins vegar hún myndi svo koma upp er svo kannski annað mál, og það er bara þá vandamál þess tíma ef það kemur. Mér finnst ólíklegt að hún myndi leka upp, en það hefur samt gerst í Eyjafjallajökli þegar að gaus í Fimmvörðuhálsi. Þá var búið að vera ofboðsleg læti í 3 vikur þegar kvikan var að koma, hún var að koma mjög djúpt af, hún var að koma að botni skorpuna í 22 km dýpi, og hún fór upp á svona 7-8 km og var þar að djöflast, og ofboðslega mikil virkni, en alltaf svona stærðinni 2-3 eitthvað svo leiðis. Svo byrjaði að leita upp í svona einhverju mjóu röri, einhverjum svona viku áður en að gaus, og það voru mikill atgangur. Svo bara deyr þetta niður, og þetta er svona á svona 3-4 km, 2-3 eitthvað svo leiðis þegar minnkar virknin, og allir bara svona fara að slaka á, og þá allt í einu hringi bóndi í Fljótshlíð og segir, heyrðu, getur verið að fara að gjósa í Eyjafjallajökli, því það er svona glóð þarna upp í fjalli, og það sást ekkert á mælunum. Það þurfti virkilega að filtera út suði til að sjá að það var eitthvað þarna eftir á. En þannig að þarna komið okkur á óverum, en við erum að vona að núna þá erum við með fleiri mæla á svæðinu, þannig að við höfum betri upplausn og sjáum miklu betur litla skjálfta, og það er líka núna kominar í gang gasmælingar, og þetta var þeim til þess að þetta gat gerst á þess að við vissum að kvikan lá þarna í meira en sólarhring bara rétt undir yfirborði, að þá fór ég að berjast fyrir því að við myndum fara að koma af stað gasmælingum á Veðurstofunni, og það er komið bara þokkalega af stað núna. Það er manneskja sem vinnur við það, og eru nokkri mælar í símælingum, og svo fer hún og tekur svona spottmælingar, þannig að þetta er hægt og rólega að byggjast upp, og þannig vakta maður eldgos með svona fjölþáttamælingu. Það er engin ein mæling sem að leysir allt, og eina leiðin til að ná merkjónum er að vera með svona margar tegundir af mælingum. Takk fyrir þetta, Kristín. Víðir, Eggert, eru fleiri spurningar? Já, við erum með 2. Spurt það er búið að gera nokkur spálíkön möguleg hraungos. Eitt af þeim gaf til kynna hraun gæti flætt í átt til Grindavíkur. Hvað hefðu við langan tíma til að rýma ef til þess kæmi? Hinn spurningin snýra líðan fólks, hvert getur fólk leita sem líður illa? Ég skal kannski byrja með rýmingaráætlun. Hann er með okkur líka Gunnar Skramið lögregluþjónn sem hefur verið að vinna í þessum rýmingaráætlunum. Það er varðandi þetta, þá er öll okkar módel byggja á því að við höfum einhvern fyrirvara, og rýmingar á þéttbýli eins og hér mun alltaf fólki njóta vafans, þannig að ef einhverjar vísbendingar koma það að hér sé byggð í hættu, þá munum við rýma, ekki bíða eftir að fá staðfestingu, munum ekki endilega bíða eftir því að gos byrji eða neitt slíkt, heldur ef það eru vísbendingar það að gos muni hefjast að nálægt Grindavík, að hér þurfa að rýma, þá eru gripið og farið að virkja rýminguna strax, þrátt fyrir að ekki sé kannski byrjað gos. Við bara snúum þá bara aftur heim ef það verður niðurstaðan að það muni ekki gjósa. Þannig að við tökum engan sénsa í því, og okkar plön miðað við það að þegar að vísindamenn segja okkur að nú sé kvika komin eitthvað hættulega nálægt, þá förum við bara í rólegheitunum, rýmum og bíðum þetta af okkur, sjáum hvað gerist. Þannig að við teljum okkur hafa alveg nægan tíma, og líka ef að þetta er í meiri fjarlægð, en spálíkön segja að gosi byrjað og á einhverjum dögum getur hugsanlega runnið hraun, þá munum við þetta bara meta það í rólegheitunum aftur, hvernig þetta gerist. Þetta skiptir bara allir mála að við gerum þetta að yfirvegun, og öll plönin miðað við það að bara verið farið hér eftir hverfunum. Við erum með nokkra leiðir til þess að rýma út úr bænum, og gerum þetta bara í að mikilli yfirvegun og í rólegheitum. Má kannski aðeins bæta við líka bara rennslisræði í hrauni, hann er ekkert svo mikill að þó það komi upp, þá tekur þó nokkur tíma fyrir það til að fara virkilega að flæða eitthvað langt frá, þannig að það er ekkert eitthvað svona bara instant sem það gerist. Já, takk fyrir þetta. Það var líka spurt hvert fólk gæti leitað ef því líður illa. Það er ákveðin hlutverk sem að viðbragðsaðilar hafa hver sig þegar það kemur til
rýmingar, nú erum við ekki komin á það stig, en Rauði krossin hefur bæði samkvæmt lögum og bara samkvæmt hlutverki sínu, mikilvægi hlutverki að gegna einmitt við aðstæður sem þessar og ef að eitthvað alvarlegra ber að höndum. Þannig ég held að megi nú segja kannski að hjálparsími Rauða krossins sé ágætis tenging til að byrja með og fólk geti hringt þangað og fengið bæði upplýsingar beint og svona leiðbeiningur það hvert skuli snúa sér, en það skiptir líka verulega miklu máli bara við séum að hlúa hvert af öðru. Það sé enginn einn með sína örvæntingu og sína hræðslu, heldur stöndum við öll saman, leitum til fjölskyldu og vinna og fylgjumst vel með öllum upplýsingum sem að verið að gefa varðandi stöðuna hverju sinni. Hún getur verið alvarleg, en það líka hægt að ímynda sér það að hún sé miklu alvarlegri og þess vegna erum við nú einmitt að reyna hérna núna að svara ýmsum spurningum. En fyrst og fremst að hlúa hvert af öðru, leita sér upplýsinga og undirbúa sig heima fyrir líka, vera með viðbúnað þar sem að kemur í veg fyrir einhverja skemmdir innanhúss og ekki síður að geta brugðist við og hérna farið í versta falli yfirgefið heimilið. Það eru rýmingaráætlanir til hérna, á búið að dreifa korti í öll hús í Grindavík, skipt niður á svæði og flóttaleiðir eru tilgreindar þar. Við erum að prenta núna viðbótar upplaga af þessu sem við munum hafa á völdum stöðum og allir geta fengið. Og það er líka þess gætt að björgunarsveitin passi upp á það að fólk sem á erfitt með að koma sér í burtu, ef það kemur til rýmingar á einhverju tilteknum hverfum í bænum, að það komi það verði aðstoð, auðvitað líka frá Víðihlíð, hjúkrunarheimilinu og eldri borgarar þar, eldri borgarar heima fyrir. Þannig það er einmitt reynt að höfða til þess að fólk gæta þess líka mjög vel að skólarnir, að þeir virki vel og starfsmenn þar gæti að börnunum, bæði leikskólum og grunnskóla. Það eru til ágætis viðbragðs- og rýmingaráætlanir. Allt er þetta til á heimasíðu bæjarins fyrir einstök bæði hverfi og stofnanir. Þannig við reynum bara að leggjast öll á eitt að standa okkur í því að vinna okkur út úr þessu. Vonandi verður bara mannlífið komið í samtlag sem allra fyrst er gert. Spurt er hvort skynsamlegt sé fyrir bæjarbúa að fjárfesta í gasmælum eins og björgunarsveitir eru að nota. Ég skal svara því að við hjá minni deild, við rekum gasmæla sem við notum ekki oft. Það er bara meira átt að mála að halda þeim í lagi. Það er fyrir vísindamenn sem eru að nota þetta og viðbragðsaðilar sem eru að nota þetta mjög oft er þetta skynsamlegt, en fyrir okkur sem erum ekki með þetta oft, að þetta er bara meira átt að mála. Það er endalaust að vera að stilla þetta og vinna með þetta, þannig við mælum ekki með því almenningur sé að fjárfesta í þessu. Við erum með mælitæki frá Umhverfisstofnun og Veðurstofun og fleiri aðilum sem að gefa okkur upplýsingar, og það er vefsíða sem heitir loftgæði.is, þar sem inn á eru upplýsingar þessar mælingar og loftgæðin, og sérstaklega núna verið að vakta þetta Reykjanesi með þessum hætti, þannig að við maður gera fylgjast bara frekar með það. Já, og miðað við svona líkansspár, þá miðað við ríkjandi vindátt undanfarin 10 ár, að þá virðast líkur á því að það myndi berast með vindi brennsteinsdíoxíð. Það er svona það er svona í kringum 2-5% eitthvað svona. Það er bara örfá prósent að það fari þá yfir þau mörk sem að fólk ætti svona erfitt með eða svona yrði fyrir öndunar erfileikum eða eitthvað svoleiðis, en það er svona náttúrulega bara líkan, en það er satt, því að ef líka þið eru með mæla og þið halda þér sig að virka, þá kannski bara treysti á þeir munu vakta, og það er ekkert endilega, það er svona falstöðuriki. Kannski má aðeins koma því að það var þessi vangavelta hvert fólk getur leita þegar þeir líður illa. Mér langar bara svona að leggja aftur að þessi áherslu að það sé talaði mjög upphafi með það að hversu eðlilegt er að það sé mismunandi upplifun fólks á svona atburðum, og hvað það skiptir miklu máli að við sýnum hvort öðru skilning og reynum ekkert endilega að setja okkur í spor annara, heldur bara að leyfa þeim að hafa þá upplifun og það tilfinningar sem þeir eru og vera til staðar, í staðan fyrir að vera einhvern veginn, nei, þetta er ekkert svona eitthvað slíkt.
það bara vera til staðar og hlusta eða bara sitja saman og þegja getur bara verið heilmikil hjálp í því. Þannig að í svona ástandi öllu þá eins og ég segi, það eru svo mikla tilfinningar, það eru svo margar, það eru svo mismunandi að það skiptir bara svo miklu máli að við virðum það fyrir hjá hvort öðru og erum bara til staðar hvert fyrir annað í þessu á forsendum þess sem að líður illa. Takk hérlega fyrir. Við sáum fyrir okkur útsendingu svona í það klukkustund og vegna tæknilegra örðuleika í upphafi vegna meðal annars rafmagnsleysis í gær þá tafðist aðeins fundurinn en það ennþá í boði að bera fram spurningar úr sal eða fésbók. Hvað segir Eggert? Komin á ferðina? Ég glemdi nú að kynna með hann, ég heiti Sæmundur, en það ekki mjög mikilvægt líka að brýna fyrir fólki að halda sínu daglugu lífi áfram, vera ekki með það mikla hræðslu að fólk þori ekki að fara á milli húsa einu sinni. Takk. Algjörlega bara ekki spurning og ég var svo glaður að koma hérna á hann. Ég kom hérna í hádeginu og ég tók svona rúnt í bænum eins og maður gerir það. Sjá hvað að gerast og mér fannst það einmitt sjá fólk bara út að labba með börnin, sjá, þú veist, það var fullt að gerast nýra á bryggju og mín tilfinning var bara að bæjarbúar, svona allan þeir sem eru úti væru að einmitt bara gera það sem þeir eru vanir að gera og ég held að það skiptir mjög miklu að við höldum rútínun okkar. Að það sem við erum vön að gera, við gerum það bara áfram. Það skiptir bara mjög miklu máli. Það var frábær ábending Sæmundur. Takk fyrir það. Eru fleiri spurningar Eggert úr tölvunni eða úr sal? Svo virðist ekki vera. Það eins og að veitingar frammi og tækifæri til þess að spjalla eitthvað og gæta sóttvörnum í leiðinni. Þetta svona dynja yfir okkur á einhvern veginn á sama tíma, ýmislegt. Við munum standa þetta af okkur. Ég þakka kærlega fólkinu og gestunum okkar og frumælendum Víði og Kristínu fyrir skýr og góð svör. Þakka ykkur einnig kærlega fyrir komuna hingað, þeim sem fylgjast með. Ítreka það að þessi upptaka, hún verður aðgengileg á YouTube og að svo máttu bara óska ég ykkur öllum góðrar helgar það sem eftir lifir. Takk fyrir. Takk sem leiðis.